og síðan þá síðust hér á dagskránni fulltrúi landeigenda Helga Þórðardóttir og yfirskrift hennar erindis viðhorf til línuleiða. Gjörðu svo vel. Já, heyrðu. Já, góðan dag, gott fólk. Ég vil nú eiginlega byrja því að þakka fyrir þetta tækifæri að fá að koma hérna og segja frá okkar sjónarmiðum. Og svo langar mig aðeins að leiðrétta okkar ágæta fundarstjóra. Það ekki það að ég get ekki verið í pallborðsumræðurnar. Landeigendur eru einfaldlega réttlætismenn og vilja hafa jafnréttið. Ég tók að mér fyrri partinn og Guðmundur tekur að sér seinni partinn. Það jafnrétti. Ég sem sagt bý á Mælifellsá sem þið sjáið þarna á þessari mynd. Og ég náttúrulega ekki lífrænt bóndi, ég með lífrænt sauðfé, það má segja það. Og auk þess ég skógabóndi. Og ég ein af þessum áhuga manneskjum að verja löndin okkar. Ekki bara mitt heldur nágranna minna og allra annara á Íslandi. Að þessi ekki vaðið yfir þau með ýmsum ljótum og leiðanlegum línum. Þarna til dæmis sjáið þið rauðu línuna. Þetta alltaf Mælifellshnjúkunni, þið vitið það nú auðvitað öll, ég þarf ekki að segja það. Þetta fyrirhugað línustæði ef að Efribyggðarleið verður valin og þetta stingur í augu, alvarlega. Sjáðu ekki fyrir ykkur þegar verða að koma inn hana möstur og jafnvel þó að séu huggulega línur eins og Karl segir, þá það mjög fráhrindandi tilhugsun því að þetta snýst jú allt ásýnd landsins. Hvernig ætlum við að skila þessu landi okkar til ákomendana? Ætlum við bara að vera með þetta allt saman puntað upp með einhverjum möstrum? Og auðvitað snýst þetta ekki bara Mælifellshnjúkinn, þetta náttúrulega löng leið eins og allir vita. Svo vil ég taka það skýrt fram að landeigendur þeir styðja af heilum hug uppbyggingu raforkukerfis á Íslandi. En við erum alveg gallhörð á því, við munum ekki leyfa línulagnir, loftlínur yfir okkar lönd. Það verður ekki gert baráttulaust. En ef að Landsnet væri nú til í að spjalla við okkur jarðstrengi, þá erum við til viðræða, það, því að má ég benda ykkur á það, ég hef enga forsendu til þess að ákveða það hvort að Landsnet að bera á borð fyrir okkur sannleikann að þetta ekki hægt og þetta ekki hægt. Það það sem okkur alltaf sagt. En auðvitað þurfum við öll á rafmagni að halda. Við erum ekki að bera á móti því. Og bæði við og þið og við öll þurfum rafmagn, en það skiptir máli hvaða aðferðir notum við að koma því til neytanda. Og okkar sýn sú að þessi Blöndulína 3, hún sé í raun hugsuð fyrir stóriðju. Hún ekki fyrir heimilin í landinu eins og þið sjáuð, heldur hún fyrir stóriðjuna. Þess vegna þarf þetta að vera svona stórt og mikið allt saman. Eins og þið sjáuð á þessari mynd, þá dugar huggulegu tréstur fyrir rafmagnsflutning á Reykjavíkursvæðinu. Og það hefur dugað hingað til, en auðvitað viðurkenni ég að það eru breytingar í vændum, mikil ósköp. Nú, Landsnet gerði þann stóra feil að þegar það var byrjað að tala Blöndulínu 3, þá settu þeir eiginlega bara undir sig hausinn og bara, kannski ekki satt beint hótanir, jú, þeir hafa auðvitað hótað okkur, því að þeir ákváðu bara, svona skal það vera og við áttum svo bara að hlýða. En mér ekki ákaflega vænt að ég rakst á það í Mogganum daginn þetta með undirbúning á verkefnaráðinu, en það hefði nú verið gott Guðmundur að gera þetta fyrir 10 árum. Það hefði svona, ég held að þetta verkefni væri komið lengra ef það hefði verið gert. Og sennilega, væri bara komin lögn til ykkar allra. Ég hef trú á því. Þetta bréf sem þið sjáið þarna, það nú skrifað árið 2014 og þarna
segir Landsnet beinum orðum að þeim finnist ekki ástæða til að skoða nánar lagningu jarðstrengja. Það bara einstefna, við ætlum að setja stóra línu, loftlínu og við ætlum ekki að skoða neitt annað. Þetta bréfið sem sagt skrifa til Akureyrarbæjar og við að láta þá bara vita af þessu. Nú hérna sjáum við hverjir eru raforkunotendurnir og þetta var nú svo sem búið að koma fram hérna áðan. Það eru álrisarnir sem að nota sem sagt svo mikið af orkunni. Þetta er ekki heimilin í landinu og takið eftir þetta sko, raforkunotkun stórnotendana þetta frá 66 upp í 568 kilowatt en öll heimilin í landinu þau eru með minna. Þau eru með tæp 500 á þessu og þannig við að tala 2016. Þetta kemur fram í raforkuspánni 2017 til 2050. Og þá kemur enn spurningin hvað þarf mikla orku, við erum alltaf að velta þessu fyrir okkur. Venjulegir notendur, þeir dugar þeim tréstaurar eða jarðstrengir til að flytja til þeirra orku. En stóru notendunni, þeir verða þá 220 kV línur til þess að punktera. En sko ef við horfum nú aðeins á þessi möstur þarna og staurinn, ég vona að allir séu með sammála það hvort skárra. Og ég nú eiginlega bara fann að spyrja mig líka stundum, sko, ekki bara skárra að vera bara með vindmyllur í staðinn fyrir möstur? Ég held að færi ekki dill á því. Þarna sjáum við sem sagt fyrirhugaða leið, eða 2 leiðir sem eru í boði núna í Skagafirði. Annars vegar það Blöndulín, Efribyggðin og svo Héraðsvatnaleið. Á hvorugri þessari leið eru mannvirki. Það verið að sem sagt, taka nýtt land til að sóða út, vil ég leyfa mér að nota. En ég veit ekki betur en að það standi nú í þingsályktunartillögunni stefnu stjórnvalda í uppbyggingu flutningskerfis raforku að það skuli leita leiða til að draga úr sjónrænum áhrifum með þróun nýrra flutningsmannvirkja sem falla betur að umhverfinu og velja stæði þannig að sjónræn áhrif eða önnur umhverfisáhrif séu sem minnst. Og svo það aðalmálið, leitast skal við að raska ekki ósnortnu svæði ef aðrar lausnir koma til greina. Næsta setning jarðstrengi skal svo sem kostur leggja meðfram vegum. Það hljómar vel í mínum huga. Nú, myndin af þessu skilti þarna, þetta skilti sem við landeigendur kostuðum og settum upp við minningarmerkið hann Stefán G. Endilega stoppið hann einhvern tímann og kíkið á þetta. Og það kannski í sambandi við þetta allt til að benda ykkur á að við landeigendur, við erum ekki að vinna vinnun okkar. Þetta okkar hagsmunamál. Þetta okkar hjartansmál að verja landi. Við erum ekki á launum. Eins og þessi kollegar mínir hann við borðið, þeir eru allir á launum. Og heyrða sín laun og allt í lagi, þeir eru að vinna vinnuna sína. Ég ekki að bera múti því. En við gerum þetta bara af köllun. Snýst það. Þarna sjáum við nú mynd sem svona sína breytingarnar í heiminum. Hvað mikið þróun á sér stað. Og ég verð að játa það að sko, ég svolítið hrædd að þeir sem eru að fjalla línulagnir á Íslandi, þeir séu fastir í viðjum vanans. Eða kannski mögulegt að einhver eða einhverjir missi spón úr raskinu sínum ef ekki eru lagðar loftlínur. Getur hugsast að erlendir aðilar noti Ísland sem eins konar ruslahaug fyrir efni til loftlínulagna. Ég meina þá eru þeir að selja okkur Íslendingum drasli sem eru hættir að nota. Og hver græðir á því? Ég bara spyr. Því að nágrannar okkar Bretar til dæmis, þeir eru fannir að henda burtu ljótustu og stærstu möstrónum og koma lögnunum í jörð. Og ég
Og það ekki bara hagsmunir okkar sérvitringana í hópi landeigenda að verjast þessum línum, loftlínum. Þarna tekið saman svona nokkur fyrirtæki, þetta semst ímynd Íslands, hið hreina, fallega Ísland. Og það náttúrulega gagnast bæði ferðaþjónustunni, sjávarútveginum, landbúnaðinum. Því að öll kalla þau á hreint land og fallegt umhverfi. Og þið sáu kannski myndina sem var í sjónvarpinu í gær virkjun Svartár. Ég gladdist mjög þegar ég sá hvað erlendir menn sem þar voru sögðu. Alls ekki að spilla landinu svona, þetta dýrmætasta sem við eigum, það óspillt land. Og við ættum að hafa það oftar í huga. Og hérna kemur svona smá hugmyndum útflutningsverðmæti þessara 3 greina. Þannig að ferðaþjónustu, sjávarútvegs og álútflutnings. Og álútflutningurinn hann náttúrulega skiptir okkur alls ekki svo miklu máli. Rétt eins og Karl sagði, og við bara, ef okkur vantar rafmagn, þá bara slökkvum við á einu álveri. Það ósköp einfalt í mínum huga. Og ég nefnilega með þetta líka, þetta uppáhaldi hjá okkur landeigendum. Ég ætla ekki að spyrja ykkur hvað þetta þið vitið það. En við langar ekki að við stefnum einhvern veginn í þessa átt að okkur fara að langa til að hafa möstur í skjaldarmerkinu, sannarlega ekki. En þá skulum við rifja upp aðalatriðin. Landeigendur í Skagafirði styðja af heilum hug uppbyggingu raforkukerfis á Íslandi sem þjónar hagsmunum sjálfbærar atvinnusköpunar. Landsnet sagði ekki sannleikann í kynningu á Blöndulínu 3 og glataði trausti landeigenda. Má ég stinga því bara að ykkur svona í framhjólaupi að menn frá Landsneti, þeir fóru bara heim á bæina hjá nágrönnum mínum og sögðu, það allir hinir búnir að samþykkja þetta, þú skal bara skrifa undir. Þetta var nú ein aðferðin sem átti að nota til þess að láta okkur hlýða. Samráð af hálfu Landsnets hefur verið í skötulíki. Hótanir eignarnám hafa legið og framalega á tungu forsvarsmanna þar. Tíma þeirra væri ef til vill betur varið í að fylgjast með tækniframförum en funda með lögfræðingum. Í nágrannalöndum okkar eru allt annars konar vinnubrögð viðhöfð. Lagning Blöndulínu 3 óþörf og þjónar ekki almannahagsmunum. Landeigendur munu ekki leyfa lagningu loftlínu lönd sín. Sjálfsagt mál að leyfa lagningu jarðstrengs, enda sé samráðsgætt og eðlileg vinnubrögð notuð. Svo langar við aðeins til þess að benda á að í þessu margumrædda frumvarpi, þingsályktunartillögunni, þar segir ríkisstjórnin: nýta skal núverandi línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef aðstæður leyfa, með endurbyggingu og eða spennuhækkun, fjölgun eða stækkun leiðara á línum eða öðrum þekktum aðferðum. Og þá bara spyr ég, við vitum ósku vel að tækniframfarir eru miklar og þá bara komin hann að lausna á málinu. Aðeins, þetta bara, við lítum á þetta sem skammtímaverkefni, græjum bara betri línu þannig á sömu leiðinni og svo verður þetta allt sett í jörð innan 10 ára vonandi. Vegna þess að það stendur líka í þessar ágætu þingsályktunartillögu. Og ég sé það þar að ríkisstjórnin hugsar aðeins fram í tímann, því þeir setja þar ýmsar tækniframfarir hafa átt sér stað á síðustu árum á sviði jarðstrengja og því ástæða til þess að kanna enn frekar möguleika á því sviði miðað við íslenskar aðstæður og að teknu tilliti til jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra þátta. Og heyr fyrir þessu. Takk fyrir mig.